Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, afsakið háaðan. En á línunni komið Gunnar Borgþórsson, þjálfari Selfoss í Pepsi-deild kvenna, og Pepsi-deildin hún kláraðist helgina í kvennadeildinni. Og Gunnar, ertu ekki bara sáttur með sumarið? Jó, ég held að ég get ekki verið annað en bara mjög sáttur með sumarið. Já, en það búið að vera gríða stemning á Selfossi í sumar í kringu kvennaboltan. Já, takk fyrir það. Það búið að vera mikil gleði bæði innan liðsins og svona í bæjarfélaginu og bæjarfélagunum hérna í Suðurlandi. Og bætt meðal annars áhorfendametið á úrslitaleiknum? Já, ég held reyndar að við höfum við bættum áhorfendamet í tveim leikjum. Við bættum áhorfendamet á fylkisvellinum í undanúrslitum byggjast og voru 1100 manns. Já, ok. Já. Og svo ég var nú reyndar ekki alveg hvernig tala var, það var held ég 2000 og 2100 eitthvað svoleiðis, þarna í bikarúrslitaleik. Það sem þið voru vel klæddir, þú og þitt þjálfara teymi? Já, við ákváðum það í tilefni dagsins að punta okkur svolítið upp og gera þetta alltaf úr þessu. En þið enduðu í 4. sæti í deildinni sem talsverð mikil framför heldur frá því fyrra? Já, og árið þar á undan? Og árið þar á undan. Þetta er svona stigvaxandi í þessu og ekki bara kannski að hoppa upp sæti. Þetta er búið að vera náttúrulega bara bæting hjá öllum leikmönnum liðsins og liðinu sjálfu, bæði markatala, stigasöfnun og svona bara allt sem þessu tengist. Já, og svo voru spekingar sögðu að þegar Dagný og fleiri myndu fara úr hótnum að þá þið erfitt fyrir ykkur, en þið náðu að sína og sanna það eru til fleiri leikmenn þarna? Já, heldur betur. Það er svona... Kom þeirra kannski sjálfu þér óvart? Nei, það gerði það nú ekki, sko. Við vissum náttúrulega að það er svona kannski erfitt svona strax í kjölfarið. Kannski 2 fyrstu leikirnir á meðan við vorum að svona skipta yfir í aðra taktík og öðrum mönnum inn. En nei, við settum okkur ákveðið markmið og það eiginlega bara stóð allt eftir og gekk upp. En ef þú lítið tilbaka yfir leiktímabili sjálft, þá er Pepsi-deild kvenna, það má segja það, þessi deild hafi aldrei verið skemmtileg eins og í ár, eða er þetta kannski svipað síðust ár? Nei, ég held ég er nú búin að vera þjálfur í nokkur ári þessar deild og deildin í ár er klárlega svo skemmtilegast síðan að ég hófa að þjálfa í Pepsi-deildinni og alltaf að vera jafnari og loksins orðið svona deilda sem allir geta unnið alla. Og þannig hann er svona ábóltin að vera, það á að vera pínu spenna í þessu og bilið á ekki vera svona langt á milli þeirra bestu og vera lögustu. Já, Stjarnan var nú svolítið yfirbyrða lið í sumar. Já. En þar á eftir þá leit svona, blikarnir náttúrulega þarna, aðeins 8 stigum á eftir, en svona, yfir heildina liti þá er ekkert mikið á milli annara liða. Nei, þetta er ótrúlega jafnt og svona, þegar maður horfir yfir tímabilið og yfir leikina þá eru hjá flestum liðum öðrum en Stjörnunni þá eru menn svona að misstíga sig á óþægilegum stöðum og það hefði mjög öðla til dæmis bara fyrir okkur sem að gera 2 klaufaleg jafntefli í sumar og ég hefðum klárlega viljað taka bara 3. sæti svona fyrst að við erum svona nálægt þessu. Já, nákvæmlega. En hvernig er svona með framhaldið hjá okkur? Nú farið þið náttúrulega bara í frí og hvenær farið þið aftur að svona smala saman aftur hópnum? Við tökum nú stutt frí. Við klárum tímabilið núna bara 50 dag, þá ætlum við svona að taka okkur síðustu æfingu og kúpla okkur vel niður. Og þá höldum við fund með öllum leikmönnum og gerum upp tímabilið og svona setjum okkur svona leiðavísir að næsta tímabili. Já. Og svo fara með svona í langar pásur, sumir fá enga pásu og aðrir fá lengri pásur. Það er svona fyrir bara eftir standi leikmanna og hvað menn þurfa og hvort menn þurfa að vinna í meiðslum og öðru slíku. En svo er þetta bara það ungt lið og mikið hægt að læra að gera. Við í rauninni erum ekki að taka okkur neina pásu að viti, Við bara höldum áfram. Já.
Já, svona það var knattspyrnustótt helgina hjá ykkur Selfyssingum, var ekki heilmikið húlumhæ þar? Jú, það var gríðarlega vel lukkað slútt núna helgina og bara fullt út af dyrum og bæði í matvelunafendingu og svo að balli. Mikið gleði og mikið gaman. Já, nákvæmlega. Og það var eða ekki söngvakeppni að venju? Herði, það var endur ekki söngvakeppni núna. Það voru skemmtilega atriði og þar á meðal stórkostlegt söngatriði hjá öðrum flokki kalla sem að ég held að sé svona búið að gera þetta alveg skemmtilega herð. Það er alltaf hefða að Addi og Njörður eru þarna vopnaðir hljóðfærum og strákarnir syngja. Þetta er alveg ótrúlega flottir. Já, og fyrir þá sem ekki vita hverju við erum að tala með Addi og Njörð, þetta eru náttúrulega tónlistamenn sem eru að þjálfa annan flokk Selfoss kalla. Já. Og bjórbandi frega. Allt múlít menn, já. Allt múlít menn. Já. En svona, rétt í lokin, bara örstutt kannski að fyrst til karla, nú var Selfyssinga með svolítið mikið ungu leikmönnum og er ekki í framtíðin bara nokkuð björt þarna hjá meistaraflokki Selfoss? Jú, ég held það klárlega, sko. Það er þó að ég sé svona aldrei mjög hrifinn að ég að vera svona blása upp og menn séu með of marga unga eða svoleiðis, þá erum við með ótrúlega mikið ungum og flottum strákum sem bæði spiluðu og spiluðu ekki í sumar og framtíðin er klárlega gríðarlega björt. Við erum með örugglega einn staðsta og fjölmennasta annar flokk kalla á landinu, þannig að það er mikið sem við eigum inni þar líka. Já. Og rétt í lokin, þið eru með knattspyrnuakademíu hérna í samstarfi Fjölbrautaskóla Suðurlands þar sem þú ert að þjálfa. Er mikið að knattspyrnumönnum þar? Já, við erum með og höfum verið með núna, ég er búinn að vera með þetta síðan 2007 með mig, 2008 og gríðarlega fjöldi alltaf í kringum 50 nemendur á hverju önn og þar á meðal til dæmis nánast allar stelpunar sem ekki eru aðflutar, þær hafa farið í gegnum þessi akademíu og á samt náttúrulega strákum allir heimastrákarnir úr Selfoss hafa verið í henni eða klárað sína skólagöngu í gegnum akademíuna og strákar eins og Viðar, Guðmundur, Jón Daði og allir þessir okkar bestu menn, þeir hafa verið í þessu programmi. Og þessi strákar eru heldur betur búin að sína og sanna sig. Jón Daði kom sterkur inn í landsliðið þarna daginn? Heldur betur, þeir eru allir búin að sanna sig og bæði strákarnir og stelpurnar. Dagný Brynjarsdóttir var náttúrulega í þessu líka og Guðmunda Brynja og bara svo má telja endalaust. Já, þannig að þið eru í rauninni orðin svolítið mikill knattspyrnubær? Já, ég held það. Ég man allan að þegar ég bjó í Reykjavík þá var svona það fyrsta sem manni datt í hug þegar maður heyrði Selfoss, þá var það skítamórall og svona eitthvað partistand og ljósari flottir strákar en ég held að klárlega það sé íþróttir og fótboltinn, það sé svona það sem að munum dettur dálítið í hug núna. Herðu, en svona í lokin, þú ert púlari og líst þér ekki bara leiðilegt náttúrulega að sjá hvar Liverpool standa, en þú býstið það ekki við því að þeir gerði sér í brók bara leiktíðinni? Já, ég er reyndar, maður er að vera leiður á því hvað maður þarf alltaf að vera bjartsýnn eða reyna að vera bjartsýnn þetta einasta ár, en ég er reyndar ekki að stressa með mikið yfir þessum enska bolta, þannig að nóg að snúast í þessum íslenska, en við siglum vonandi aðeins í gegnum þessar öldudalinn eins og hann er að bregða fyrir okkur núna. Ef ekki þá fyrir ég bara að finna mér að kannlega Tottenham, Swansea er líklega núna. Já, nákvæmlega. Gunnar Borðþórsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og ég ætla að leyfa þér að fara að svæfa börnin og við ætlum að enda þessu að því að hér er Everton maður sem vill endilega heyra Everton-lag, hann fær ekki að heyra það strax, ég ætla að enda bara þetta viðtal á síðasta laginu sem annar flokkur tók á laugardaginn. Já, vel gert. Takk fyrir. Bestu þakkir. Já, við endum með þetta sjálfsögðu á laginu sem annar flokkur karla tók á laugardaginn á slúttinu og sem var tekið upp reyndar og við skellum því bara núna. En við heldum að fara með Pepsi-deild kvenna, við ætlum að reyna að heyra núna í þjálfara IBVF. Hér eftir smá stund, farið ekki langt. So
ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá